Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl, við ætlum að ræða kjaramál. Hingað kominn góður gestur, Kolbrún Halldórsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú ert formaður BHM. Já. Og marga fjöruna sopið, leikara mentuð, vannst lengi við fjölmiðlun, varstu á RÚV, svo varstu umhverfisráðherra. Já, ég var nú þingmaður í tæp 10 ár áður en ég varð ráðherra. Ég segi það, Já. 10 ár í þingmennsku, umhverfisráðherra. Já. Og nú ertu, já, þú ert nú alveg á léttasta skeiði, þóttu sért aðeins komið til áræðina. Þetta bara þroski. Ja, þroski. Já. En það alltaf einhver svona neist í hjartanu að réttlætis barátta og hvernig eigum við að jafna kjör og lifa í velferð sem flest, er það ekki? Er það ekki þannig manneskja? Jú, ég auðvitað þannig innréttuð í grunninn. Öll erum nú svolítið pólitíkusar held ég í okkur, sko. Já. En eftir að ég var í pólitíkinni, þá hélt ég inn á annað pólitískt svið. Það er að segja, ég var forseti Bandalags íslenska listamanna. Já. Og var það í 8 ár. Já. Og þar tók ég komst ég mjög vel inn í til dæmis bara starfsaðstæður, kaup og kjör listamanna í öllum listgreinum. Já. Því Bandalag listamanna er reglífa samtök fyrir 15 fagfélög listafólks og þar koma saman sem sagt listamenn úr öllum geirum, öllum listgeirunum og bera saman bækur sínar og þar er unnið með sameiginlega hagsmuni. Og þar fékk ég nú svona eldskírnina kannski varðandi það að hvað það innifelur að velja sér sem ævistarf það að vera á listabrautinni. Já. Og síðan upp úr því er ég orðin formaður í bandalagi, mínu félagi, stéttarfélagi, leikstjórafélaginu og svo leiðist ég þaðan inn á vettvang BHM. Já. En þú upplifir svona mörg ævintýri á ferlinum, þessa rísandi sól hins íslenska samfélags. Mér finnst ég hafa verið mjög heppin. Ég fæddur svolítið eftir þér, eftir þér. Ég fæddur 65, en mér fannst svona stemningin, að alast upp úr miðri síðustu öld og fram yfir aldamót. Þetta var alveg einstakt svona bjartsýnis uppbyggingarskeið. Upplifir þú það ekki líka svolítið þannig? Það er svolítið erfitt að segja þegar maður hefur einhvern veginn ekkert viðmið, Þú elst upp á æfir. Nei, þú bara hefur þína æfi til að miða við, En ég minna fólk sem hefur bara notið atlætis í uppvexti og hefur ekki þurft að líða skort og hefur komist til mennta og hefur átt ásturíka fjölskyldu, ég minna, það ríkir bara ást og friður og bjartsýni og ég var ein af þeim sem að naut þess. Já, ef þú nýtur þess þá er gott á öllum tímum. Já. Rétt áður við förum í umræðuna var högg fyrir þig að sjá Vinstri græna þurrkast út af Alþingi núna í síðustu kosningum? Já, ég hef náttúrulega ekki fylgt, verið neitt virki í flokkstarfi síðan 2009 þegar ég fer út úr pólitíkin. Ég beinin steig út þarna 2009, eftir kosningarna 2009, vorið 2009 og eftir það hef ég ekki verið faktisk neitt aktív. Þá fór ég bara inn á annað spor og það hef ég bara eiginlega alltaf gert í lífinu. Ég hef verið bara marineruð í einhverjum heimi í kannski 10 ár og svo er ég bara farin og farin í eitthvað annað og þangað fyrir orka mín. Þannig að ég hef ekki verið að setja bindan einu orku í samstarfi eða starfi með VFG í þetta 15 ár. Hins vegar þá verði ég að svara því játandi. Mér fannst þetta virkilega dapurleg niðurstaða í kosningunum, ekkit endilega bara að VFG skildi ekki ná neinum mannin á þing, heldur bara vinstrið almennt. Ég meina það eru eitthvað hátt í 20% atkvæða þarna til vinstri sem að bara falla dauð og mér finnst það bara mjög alvarlegt og mér finnst mjög dapurlegt að sjá það gerast hér í heimahögunum. Ég er nú aðeins ég hef alltaf haft áhuga á pólitík og ég var aðeins að hefur svona hlera
aðeins hvað að gerast í Þýskalandi og það voru ánægilega fréttir sem ég var að heyra bara því ég var út í Evrópu í síðustu viku og hitti þar ungan sænsk-þýskan mann sem að sagði mér að vinstri væri að styrkjast í Þýskalandi og ég heyrði Artur Björgvin Bollason sagði í morgun að það væri að gerast að vinstri flokkurinn Die Linke hann bara allt í einu núna í skoðanakönnunum að fá bara eitthvað innskot sem að bara enginn getur skýrt hvers vegna og það unga fólkið að því veriðist sem að koma aftur til vinstri. Þannig að kannski þetta bara tímabundið hjá okkur. Var ekki vinstri ráðandi þegar þú varst í menntaskóla, var þá ekki bylgjan þar? Jú, ég meina ég allt í kringum mig voru vinstri sinnaðir stúdentar og ég var náttúrulega svona hluti af, kannski ég hef alltaf verið svolítið veik fyrir aktivisma og tók alveg þátt í því og ég segi ekki að ég hef gengið Keflavíkurgöngur því það gerði ég ekki en Jú, ég var veik fyrir því og fólkið sem var í kringum mig þó ég var í Verslunarskólanum Já, varstu Versló? Ég tók Versló, ég Verslunarprófið, svo fór ég mjög ung í leiklistanám þannig ég tek fyrir inn í leiklistaskóla Íslands 18-19 ára eitthvað svoleiðis. Þannig og listafólk hefur náttúrulega líka alltaf verið dálítið gagnrýnið og á að vera gagnrýnið á samfélagið. Þannig samfélagsumræðan í þeim hópum sem ég lenti í listnáminu, hún var auðvitað meirið að minna öll til vinstri og en ég kom náttúrulega svolítið á eftir stúdendauppreisnunum í París þannig að ég var ekki alveg þar. Nei. Ok, förum þá í kjarna málsins, hvers vegna þú ert hér hjá okkur. Þú gætir hagsmuna háskólamenntaðra með því að vera formaður BHM. Er staðan þannig að við sem eigum börn, við getum bara treyst í að krakkarnir ef þau elta ástríðu sína og þau fara í sitt háskólanám, hvort sem það listnám eða annan nám, að þá bara muni þeirra bíða beinn og breiður vegur farsældarlega, efnahagslega eða erum við enn að glíma við svona það að sumt er erfiðar en annað því í lífsbjargarlegu tilliti? Já, þetta er nú snúin spurning sko. Það er aldrei á vísan að róa varðandi afkomu, fjárhagslega og efnahagslega afkomu þína, sama hvaða nám þú velur þér. En það er auðvitað sérstaklega kannski áhættusamt fyrir fólk sem að velur sér að fara í háskólanám. Þau sem velja sér að fara í listnám að þau hafa sannarlega ekki að neinu svona vísu að ganga varðandi laun eða kaup og kjör þegar þau koma út úr skólum. Sem minnir mig aðeins fyrirgeðu gríp frammi fyrir þér en það var svolítið sláandi þessi fréttarna úr Borgarleikhúsinu daginn. Tókst þú ekki alveg bara inn á þig eins og við mörg inn að? Jú, ég minna það er sannarlega og ég er auðvitað sem formaður BHM upplýst það sem þar var að gerast því að félagið sem ræðir, félag listafólks í sviðslistum og kvikmyndum, þau eru hluti af BHM fjölskyldunni, þau eru eitt af 24 félagum sem eru undir okkar reglíf og það sem að gerist þegar að það mál springur út í fjölmiðla þá eru náttúrulega standið við kjaraviðræður og kjaraviðræðurnar á þeim vettvangi, þetta er svona Borgarleikhúsið er sjálfseignarstofnun og er þess vegna á almennum markaði og Leikfélag Reykjavíkur sem rekur starfsemina í Borgarleikhúsinu er sem hluti af samtökum atvinnulífsins, þannig það hefur verið að semja þarna bara á almennum markaði og þetta merki sem við tölum sem merki markaðarins, þar sé að launa svigrúmið til launahækkana síðastlið ár, það er þetta sem við þekkjum 3,25% á síðasta ári og svo 3,5% í 3 ár og 4 ára samningur og þetta er það sem er á borðinu og er í boði og ekkert annað og það virðist ekki vera hægt að diskutera neitt sem neitt sem lítur að því að viðkomandi hópur eða stétt hafi dregist aftur úr samanburðarhópum eða neitt slíkt, það er bara mjög erfitt að fá opnað inn á það í kjaraviðræðunum. Þetta allt veldur því að þessi hópur, sem sagt leikararnir og dansararnir í Borgarleikhúsi vísa sinni kjaradeilu til sáttasemjara. Og svo einhvers staðar í ferlinu sem ég veit nú svo sem ekki nákvæmlega hvar, þá upplýsist það eða fá forsvarsmenn félagsins upplýsingar það að launastruktúrun hjá Leikfélagi Reykjavíkur sé með þessum hætti eins og kom fram í fjölmiðlum og í greinum frá forsvarsmenni félagsins. Ég hef náttúrulega ekkert í höndunum faktisk sko, ég bara veit þetta bara sem eins og þið sem lesið fréttir og greinar í fjölmiðlum. En þetta er ákveðin veruleiki sem við búum við. Listafólk og það er ekki
eini hópurinn í samfélaginu sem hefur dregist verulega aftur úr í launasetningu. Það eru meira að segja sko mjög veigamiklir hópar í háskólasamfélaginu sem hafa dregist verulega aftur úr og ég nefni bara prófessora í opinberum háskólum. Þeir hafa bara dregist verulega aftur úr og þeir hafa ekki fengið kaupmáttaraukningu í sínu launum, þeir hafa meira að segja fengið samdrátt og það má rekja það nánast aftur til aldamóta 2000. Og þess vegna þegar að hópar í samfélaginu, háskólamenntaðir hópar sem að sinna mikilvægum störfum, upplifa það að séu aðrir hópar sem að séu metnir meira eða séu verðmætari í peningum talið heldur en þeir, að þá er bara, þú veist, þá mætast stálinn inn. Maður skildi ætla ákveði val hefði átt sér stað sem bæri merki mikla þrautseigju og mjög mikinn dugnað og yfirburða hæfni þegar kemur að því að listamenn þykja nægilega framúrskarandi til þess að standa til dæmis á fjölunum í leikhúsum eða hljóta á fjölda umsækjenda stöðu sem lektor, hækka upp í dósent, verða prófessorar. Maður skildi ætla að sko það sem að maður hefur svona sjálfur verið að segja börnunum sínum ef þú ert rosalega dugleg og þá munir þér vel farnast. Það er ekkert endilega þannig. Nei, því miður, það er ekki þannig og nú höfum við til dæmis eitt af því sem við höfum verið að reka hornin í mínum hópum þessi jafnlaunavottun, svo kallaða. Nú eru fyrirtæki hafa verið að sækjast eftir því að fá jafnlaunavottun sem að maður hefði haldið að væri þá að votta það að í viðkomandi fyrirtæki eða starfsemi væru greidd svona jöfn laun ef að fólk álitið vera svona með svona menntun og svipuðum slóðum og við skulum segja bara fyrir jafn verðmætt störf. Já. Það er einhvers konar mat sem fer fram í fyrirtækinu eða starfseminni sem á þá að tryggja það sé ekki verið að mismuna fólki í launum ef að það er statt á svipuðum stað í menntun, hæfileikum og reynslu. Svo kemur á daginn í fleiri en einum dæmi sem við heyrum að jafnvel þó að fyrirtæki séu með jafnlaunavottun, þá virðist þetta ekki vera raunin, að það sé verið að greiða jöfn laun fyrir jafn verðmætt störf og það kemur jafnvel á daginn að verðmæta matið hafi bara ekki hreinlega farið fram og þá spyr maður sig, til hvers var þessi jafnlaunavottun þá? Og við heyrum talað það núna í kjarabaráttu kennara að kennarar, ég veit nú ekki alveg hvorum megin borðs svo umræða byrjaði, hvort það var hjá viðsemjandanum eða hjá kennurunum sjálfum þessi krafa að það færi fram verðmæta mat á störfum kennara og virðis mat hjá hinu opinbera ákveð hugtak sem hefur verið unni með undanfarin ár og við erum með til dæmis kerfi hjá Reykjavíkurborg og sveitarfélögunum sem svona ákveðið svona starfsmat þar sem var verið að reyna fyrst og fremst að minnka launamunum milli karla og kvenna. Já. Og það mat hefur í raun og veru leitt af sér ákveðin svona jákvæð teiknum það að konur hafa verið svona, þær hafa verið að vinna á og nálgast karlana í launum. Þannig að launamunurinn í þessu kerfi hefur verið að minnka. Þetta hins vegar ekki fullkomin kerfi og hefur ekki fengið að þróast á þann hátt sem að launafólk hefði vilja sjá. En á sama tíma hefur verið svona þreifa fyrir sér einhvers konar virðismat starfa inn hjá ríkinu og það er sjálfs í miklu flóknara mál. Á sama tíma var verið að reyna að finna leið til að jafna laun á milli markaða og þar erum við að tala opinbera markaðinn annars vegar og hins vegar almenna markaðinn og það er líka verkefni sem er afar snúið í framkvæmd og hefur lent upp á skeri oftar en einu sinni. Þetta er hugmynd sem verður til 2016 í lífeyrissamkomulaginu sem var gert á milli markaða þá og hún hefur reynst ansi flókin í framkvæmd og kennarar hafa sagt sig frá þeirri hugmynd að jafna laun á milli markaða af því að kennarar eru einkeipistjætt og það er engin samanburður hópur á almennum markaði þannig að þau segja bara að það er óvinnandi vegur þetta að jafna laun á milli markaða í okkar hópi. Þá er þeim boðið upp á þetta að fara í einhvers konar virðismat og þá skildi maður ætla að verkefni framundan sé að meta virði starfa kennara og bera það saman við virði annara starfa. Já. Og þá ertu komin inn á spor þar sem þú getur verið að bera saman epli og appelsínur
störf, þú veist, þessuna kennara og hjúkrunarfræðinga eða kennara og lífeindafræðinga eða kennara og yfirskiluru að þá ertu bara komin á eitthvað spór sem að ég þekki núna af eigin raun hafandi verið að vinna í þessum málaflokki í 2 ár að er gríðarlega flókið í framkvæmd. Nú verður gaman að fylgjast með kennurum. Munu þau ná árangri með virðismat starfa kennara á næstu, hvað ég var að segja, ári, 12-14 mánuðum, 16 mánuðum kannski. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með því. Einmitt. Sko ég var að bara rétt áður en við hittumst og rétt áður en við settstum það niður þá var ég að hlusta á Alþingi og hún, Marja Rut Kristinsdóttir held ég hún sé, nýr þingmaður Viðreisnar. Hún var að segja sko að jafnvel í miðju kennara verkfalli þegar alþingiskosningarnar fóru fram þá varð ótrúlega lítil umræða menntun og gildi menntunar. Tekur undir þetta? Ég tek undir þetta því að ég sé þetta bara á þeim launatölum launakönnunum sem við erum að gera hjá okkur og okkar fólki og þetta á við háskólamennta almennt að menntunin virðist bara ekki lengur metin til launa með þeim hætti sem að hún var. Sko þetta var allt öðruvísi þegar við erum að alast upp á þessum gullaldar árum síðustu aldar. Sem ég var að veita til. Það var verulegur akkur að því fjárhagslega eða efnahagslega að fara í háskólanám. Auðvitað var líka, þú veist, sjómenn gátu líka haft háar tekjur og iðnaðarmenn og svona, ég menn það er svo sem alveg eins í dag, ég menna það er ekkert bundið við háskólamennta að þeir hafi geta vænst ákveðina tekna vegna menntunar sinnar. En þannig var það og þannig er það í raun og veru að sérhæfingin sem að fólk færi gegnum háskólanám, hún á auðvitað að skila sér með einhverjum hætti í launaumslagið, bæði vegna þess að við erum að tala langt nám. Ég meina sérnám, segjum bara lækna, hvað er það í heildin orðið, þú veist, þegar þú fer læknin sem fyrir sérnám, hann er kannski 8 ár í háskólanámi, jafnvel meira. Og ef þú ætlar að bera saman tekjur einstakling sem er í langskólanámi til þess að ná þeim sérhæfingu sem að samfélagi kallar á, ef þú ætlar að bera kjör hans saman við kjör einhver sem fer út á vinnumarkað 16, 17, 18 ára gamall, að þá verður að horfa á ævitekjurnar. Og þegar þú ert komin út úr námi rúmlega 30 þá segir það sér sjálft að það eru færri ár eftir sem þú getur verið í starfi. Og þess vegna eru ævitekjurnar þínar orðnar kannski minni heldur en þeirra sem að hafa ekki farið í neitt sérnám eða eru kannski bara með grunnmenntun. Já, og það hafa komið kaflar þar sem námslánin hafa bara rifið alveg rosalega í. Þetta er annar kafli sem við getum nú alveg eitt heilum þætti að tala um. Það eru námslánin því þau eru bara verulega íþyngjandi og þó að við höfum reynt árið 2020 að innleiða nýtt námslánakerfi að þá sannar sýnir þessi bara núna að það er ekki að hjálpa stúdentum. Það er bara alveg rosalega óhagstætt að taka orðið námslánin sem skilur sér í því að stúdendur eru í auknum mæli að vinna með námi. Til að sleppa við námslánin. Til að sleppa við að taka námslánin. Það kemur þá niður á náminu. Það kemur niður á náminu, það kemur líka niður á þessum möguleika þeirra að sækjum styrk. Að því þú færð ekki hluta af námsláninu felda niður nema þú standist námsframvindu sem er alveg ótrúlega mikil pressa og þá má ekkert óvænt koma upp á. Þú mátt ekki verða ófrísk eða þú mátt ekki veikjast eða skiluru. Þá ertu bara búin að glata möguleikanum á því að fá hluta af námsláninu felt niður sem í formi styrkjar. Þannig að það er mjög margt óhagstætt við nýja námslánakerfið og sömulegis náttúrulega það gamla. Ég er með dæmi fólk sem er að greiða sínu námslánum fram á grafabakkan löngu eftir að það komið eftirlaun. Og þetta er auðvitað ekkert vit í þessu. Og það sem var kannski sárast fyrir þann hóp var að ef þið hefði bara verið uppi 5 árum fyrr þá hefði þið bara nánast verið frí. Já, þú veist, ég fer ekki þangað, sko. Ég meina, við skulum bara vera að horfa á... Leifum því að Já, en ég meina, það er auðvitað vilji til að reyna að breyta kerfinu. Hins vegar hefur ekki verið vilji hjá stjórnmálafólki að fara alla leiðina inn á norræna sporið. Þar sem að vægi styrkjana í námslánakerfinu er miklu meira heldur en okkar. Sko, við stefnum, ég meina, og námsmannahreyfingin og BHM, við höfum bara stemt inn á það að þróa okkar kerfi í áttahinu norræna. En okkur hefur bara ekki lánast það fram að þessu og mín kenning er bara svo að því það kemur til með að kosta miklu meira heldur en kerfið eins og það er í dag eða eins og það var. Það sem þú ert bara með lánakerfið þar sem ríkissjóður fær allt sitt tilbaka.
Þú myndist á sjómennina áðan og sko það var svona hluti á þessari rómantísku mynd aldarinnar sem leið. Það var að við sömu götuna væru einmitt prófessorar, sjómenn, kannski listamenn, allir með ansi góðar tekjur og gætu búið svona saman í sátt og samlyndi og við höfum oft hossað okkur á að væri svona minni stéttaskipting hér heldur en í öðrum löndum. En sko þessi mynd sko ég hugsa að hérna sjómaðurinn honum hafi gengið betur að halda sínu þarna í fallegu götunni sinni heldur en prófessornum og listamannum. Er það ekki líka þín tilfinning? Jú, sko, sína gögn það? Já, sko, þú nefnir gögn, sko, ég meina, mitt svar í raun og veru að ég hef ekki, sko, samanburðin akkurat á þessu núna, en ég meina, mín tilfinning svo að þetta sé með þeim hætti sem að ef ég á bara að rifja þegar ég að hefja minn starfsferil sem listakona, þá man ég að í leikarafélaginu var talað það að laun leikara hafi verið þegar Þjóðleikhúsið fór á stað 1950, þá hafi þau verið á pari við laun menntaskólakennara. Já. En ég get alveg sagt þér að þegar ég var að hefja minn feril, þannig 1978 þegar ég er útskrifuð úr skóla, þá var það ekki þannig og það er ekki þannig í dag. Nei. Þannig að listafólki, svo við komum nú aftur að því, það hefur bara dregist verulega aftur úr í öllum samanburði og þetta á sennilega við lang flesta listamenn, en nú vitum við líka að starfsvettvangur listamanna hefur þróast gríðarlega mikið og við erum farin að tala núna ekki bara listamenn í menginu, skilur heldur erum við að tala fólk sem starfar innan skapandi greina. Og þar erum við með stéttir eins og arkitekta og þar erum við með fólk sem vinnur í tölvuleikjum og auglýsingastofum og í prentin og slíku. Þannig að skapandi greina mengið eru þetta orðið alveg ótrúlega öflugt og það hefur breyst alveg svakalega mikið frá því að við erum ung. Þannig að innan þessa hóps eru þetta orðið svona gliðnun í tekjum og ég er nú bara með svona tiltölulega nýja skýrslu þar sem þetta hefur verið tekið saman framlag menningar og skapandi greina til verðmætasköpunar á Íslandi og þá sjáum við það að sko þú veist að lægstu launin eru hjá fólki sem starfar í myndlist, sem starfar við listnám, starfar í sviðslistum, kvikmyndum og sjónvarpi og tónlist og bókmenntum. Menningararfurinn aðeins lyftist þar, svo aðeins lyftist það líka í prentuninni, fjölmiðlunum og svo þeir komin upp í auglýsingastofur, hönnun og arkitektúr og tölvuleiki að þá hækkar súlan. Þannig að fólki sem í frumsköpuninni, sem að skapa, eins og ég segi, rithöfundur eða myndlistarmaður, að það er það fólk sem sýnilega hefur setið eftir í allri launasetningu og þau eiga enga möguleika á að ná upp í tekjum, sko. Það er bara að þau hjakka í svipuðu fari. Ég leyfi mér að segja áratug eftir áratug. Það er bara þannig. Og það er að hluta til vegna þess að þessi stuðningur sem að listafólk hefur fengið í gegnum hið opinbera, sem er algjörlega lífsnauðsynlegur og skiptir sköpum fyrir það að frumsköpun í listum verði til í landinu, það eru þessi listamannalaun. Og listamannalaunin, þau hafa nú, ég menna Pétur Gunnarsson félagi minn, rithöfundur, kallaði þetta nú alltaf hinn árlega héraðsbrest, þegar það var tilkynnt úthlutun listamannalauna, þá ætlaði einhvern veginn allt vitlaust að verða og talaði bruðl og ég veit ekki hvað og þurfalinga og listamenn nefndir ýmsum illum nefnum og sem var og er algerlega alveg hræðilegt að skuli viðgangast. Að þú manst aðeins lengra aftur en ég, nær þessi gagnrýni bara marga áratugi aftur í tíman, hefur alltaf verið deilt um þetta? Sko nú náttúrulega þori ég ekki alveg að sko, ég fer ekki að fylgjast með þessu að alvöru fyrir svona kannski þegar ég komið vel fram á 9. áratuginn sko og svo langt sem ég man það aftur, já, þá hefur þetta verið þannig. En sko við skulum átt okkur aðeins á því að listamannalaunin sem eru kannski ég man ekki hvað eru núna, hvort þau fara í 500 og eitthvað, eru innan við, eru hverju með yfir 600.000. Verktakagreiðsla sem þýðir að helmingurinn, segjum þetta sé 600.000, helmingurinn af þessu fer þá í launatengt gjöld því að það eru auðvitað gert ráð fyrir því að listafólk telji þetta fram í formi reiknas endurgjalds og þá þarf það að greiða öll þín gjöld, þú veist, þú þarf að greiða í sjúkrasjóð og þú þarf að greiða í starfsmenntunarsjóð og orlofssjóð og félagsgjald í þitt stéttarfélag og þú þarf að greiða tryggingagjald til ríkisins og þú þarft að eiga borð fyrir báru ef þú er starfandi listamaður, þá verður þú
þú að eiga minnstakosti 2-3 mánuði í sjóði til þess að geta hlaupið undir baka þegar þú ert ekki í neinu verkefni, skilurðu. Þannig að þú veist við erum að tala um sko laun sem eru langt undir fátæktamörkum. Þegar þú ert að tala það sem að listamaður sem er á strípum við listamannalaunum getur reiknað sér í reiknað endurgjald. Ég hef einu sinni verið svo fátækur að ég átti ekki bót fyrir borunumir. Það var þegar ég var útnefndur og launaður bæjarlistamaður Akureyrar. Og ég hef alltaf sagt síðan þegar ég fylgist með þessari, ég þakka Akureyrarbæ kærlega fyrir það sko, ég er ekki að kenna þeim hvernig þessi rammi er, en ég hef alltaf sagt síðan að þegar fólk er að rífast út af þessum listamannalaunum, klappiði fólki á öxlina fyrir það skuli færa þá fórn að stunda listsköpunina fyrir ekki meiri umbun en þessa sem er í rauninni bara ávísun á fátækt. Já, ég hef nú oft sagt það listafólk, sko, þú talar fórn, sko, listafólk lítur ekki á starfi sitt sem að sé að færa ykkur að fórn. Það er listamenn vegna þess að það getur ekki annað. Það er bara ykkur ástríða sem keyrir það áfram í þessa sköpun, inn á þessa braut. Sumir ná að verða sko svo stórir að, þú veist, ég meina, það er ómetanlegt fyrir samfélag að eiga stóra listamenn. Við getum nefnt fullt af íslenskum listamennum sem eru svo stórir að það er ómetanlegt fyrir samfélag að hafa alveg slíkt fólk og við getum nefnt Björg eða Víking Heiðar eða Hildi Guðna eða Grammy-verðlauna hafa nokkar eða hvað, þetta er fólk sem hefur skapað orðstír fyrir þessa þjóð sem er ómetanlegur. Og þó að sé ekki að segja það alla listamenn að þeir verði stórstjörnur á himni skilur fræðarsólana að þá ef að þessi listamenn væru ef að grasrótin í listunum væri ekki til staðar þá væru þessar stjörnur heldur ekki til. Þetta hangir allt saman. Já, ég ætla samt að leyfa mér að vera pínulítið ósammálaðir. Okay. Ég held að þessi mjög margir listamenn sem eru þeirra gerðar sem þú nefnir að þeir fórna bara öllu fyrir drauminn að þeir ráðu ekki við sig. Þeir eru bara það get ekki annað. Keyrið þeir áfram ástríðu. Já. En ég held að sé líka alveg hellingur af fólki, ungu fólki sem að býr yfir alveg ofsalegum hæfileikum gæti farið listrænubrautina en velur að einhverju leyti á milli fiðluséni sem ákveður frekar að fara í heilaskurlækningar sér það sem næsta punkt af því að fiðlusénið telur að það sem miklu líklegra að það bara muni lifa af með sómasamlegum hætti. Ég held að þessi umræða eigi sér stað inn á heimilum landsins þessa dagana. Já, það er eflaust alveg rétt hjá þér og þetta er ekki neitt sko hægt að alhæfa í þessum efnum sko. Hver einstaklingur er náttúrulega bara sjálfum sér líkur og engum öðrum sko. Já. Og þú veist þannig að það sem ég reyna að segja er að sko hið verallega umhverfi hefur náttúrulega alltaf eitthvað með það að segja í hvað börnin okkar leita, ekki satt? Jú, ég meina ég veit alveg foreldra sem eiga fiðlusnilling, hún nefni það, sem að er ungstúlka sem að hafði hefur einstaka hæfileika sem fiðluleikari og hefur alveg úthaldið og kraftinn í að fylgja því eftir, en líka vegna þess að hún svo vel stutta foreldrum sínum og þú veist þegar að ungi krakkar sem að eru stefna á það að verða sko hljóðfæraleikarar hvort sem þau verða svo einleikarar eða fara að vinna í stórum symfóníuhljómsveitum einhvers staðar út í heimi skiluru að þetta er gríðarlega krefjandi nám og við sem foreldrar sendum börnin okkar ekkert ein í framhaldsnám í tónlist skilur eitthvað út í heim en þá er þetta alltaf spurningum hvaða möguleika hafa foreldrar á að fylgja eftir þessari ástríðu barnsins síns og það hafa auðvitað ekki allir foreldrar tíma, ráð eða möguleika á því að gera slíkt. Nei, því miður þá er vaxandi stéttaskipting í því, hún er vaxandi núna síðustu segja tónlistarkennara sjálfur, ég var með sett af tónlistarkennarum daginn sem að bara sögðu það. Það er þannig. Þá voru við mitt í umræðum það að ein keppni ungra Íslendinga 25 ára yngri, EBTA píanókeppnin sem var komið á fót árið 2000 og hefur að jafnaði verið haldin með bravúr 3. hvert ár. Það búið frestin í tvígang vegna fjárskorts. Það finnast ekki skitnar 3 milljónir til þess að halda þessa keppni. Já. Það eru skilaboð til krakkana sem eru að læra á píanó. Þetta er náttúrulega bara mjög alvarlegt sko. Það er ég get svo sem ekki sagt neitt annað heldur en það sko, en þú ert að tala að við töluðum fórn áðan, sko þá er ég líka að hugsa sko fórn þeirra sem standa að svona ungu fólki sem að sýnir einmuna hæfileika í sambandi við listir.
að það ekkit endilega sko, það já, að því þú veist að segja og eru ósamála með þessi með fórnina sko. Já, ósamála því að það væri alltaf bara svona eldurinn sem að keyrði þau áfram en ég kannski miskildi þau. Ég held að þessi krakkar eða þetta fólk, unga fólk sem er svona eru listamenn í sér að þeir þú veist, þeir ætla sér stóra hluti og þeir vita aldrei hvenar draumurinn rætist, skilur. En þau vita líka ef þú hættir að láta þið dreyma drauminn þá rætist það nauðvitað ekki. Já. Þannig að þau vita alveg að meðan ég held mig í draumnum og í þessari ástríðu minni þá alltaf von á að það skili sér fjárhagslega líka. Já. Það líka bara, hún sérkennileg svo tilfinning að mann langir til þess að sko loka fyrir eyrun á barni sem langar í leiklist þegar það gengur fram hjá útvarpinu í hádegin og Ríkisútvarpið að segja okkur sko að það sé miklu betra að kunna eitthvað Excel-skjal í Borgarleikhúsinu heldur en að standa á sviðinu og rífa úr sér sálina sem það búið að þjappa saman með alls konar briljans og botlausri vinnu. Með fullri virðingu fyrir Excel-skjalinu og þeim sem starfa á skrifstofunni. Já, þetta bara, þetta það líka eilíða verkefni hjá okkur í samfélaginu að reyna að sporna við því að einhverjar ákveðna stéttir verði jaðarsettar í launasetningu og ég veit það alveg af eigin reynslu að listafólk ekki með fókus á því hvað það fær í laun. Það með fókus á því að hafa verkefni og það með fókus á því að skapa. Þar liggur all þeirra orka og þá segi ég, þá það á ábyrgð okkar hinna og í þessu tilfelli sem núna þessi veröld sem ég starfa innan, að stéttarfélögin þurfa auðvitað bara að vera hluti af þessu öryggisneti sem heldur utan þetta fólk og þess vegna eru það stéttarfélögin sem láta í sér heyra þegar að þau finna að fólki þeirra orðið órétti beitt og ójöfnuðurinn í launasetningun orðin þannig að það verður ekki lengur við að unnað. Þá rísa stéttarfélögin upp og þetta nú bara til marks það hversu mikilvæg stéttarfélögin eru í baráttunni fyrir betri kjörum og þau bara eru algjörlega lífsnauðsynleg og þess vegna hef ég bara sagt og það hef ég nú sagt í gegnum tíðina að allar tilraunir manna til að gera lítið úr stéttarfélögum og stéttabaráttu við skulum nú bara passa okkur sko að það nú mér að mæta og mörgum fleirum dálítið grimmum ef við förum að tala niður stéttarfélögin. Já, sko það maður svona veltir í fyrir sér, þú hefur náttúrulega heyrt eins og við öll ræstingar fréttirnar síðustu daga sko, konur sem að þurfa að pissa í fötu í bílnum á milli vinnustaða sko, hlaupandi hvernig við erum að ræða okkar sko minnstu bræður og systur að ræna fólk peningum. Það stundu sagt að ómenntaðir hafi náð meiri kjarabótum síðustu ár á kostnað langmenntaðra. Ég veit ekki hvort þú ert sammála því, en sko það sem að mér finnst kannski bara stærsta umhugsunar efnið núna við erum með svona innviða skuld, við erum ekki að viðhalda okkar samfélagi sem skildi. Það virðist vera sem að launin séu bara að víða sér pottur brotin, háskólamenntaðir að sitja eftir. Það síst minni áhætta að fara út í listnám núna heldur en áður veraldlega og svona alls konar spurningar í hvað fara peningarnir okkar? Af því þú ert nú bara svona pólitíkus líka fyrirverandi þingmaður til 10 ára og ráðherra bara í hvað fara þessi peningar? Loka spurning, einföld. Sko, stutt og langt. Þú veður náttúrulega alveg yfir völlin, það þverjan og endilangan í þessum orðum þínum. Sko, fyrst langar mér nú að segja varðandi ræstingafólk og þá sem eru lægst launaðir. Sko, það hefur verið gert átak í aftur og aftur, þetta samning eftir samningi, raun og veru lífskjara samningarnir og hvað heita þessi samningar sem hafa verið gerðir, alveg, þú veist, frá 2000 og, hvernig það byrjar, 12-13, eitthvað leys, en hvað það? Þá hefur verið svona sameiginlegur skilningur fólks að það þurfi að gera verulegt átak í því að hækka lægstu launin og ég vil nú meina að háskólamennta fólk og þau sem eru ofar í launastegunum, þau hafi sýnt þessu ekki bara skilning, heldur beinlínis tekið þátt í þessari vinnu. En það svona ákveðin fylgifiskur þessarar aðferðar. Þegar þegar allir fókusinn fer í og öll orkan í að lyfta lægstu laununum sem algjörlega nauðsynlegt og þarf að gera á öllum tímum og Guð sé lofa við höfum gott fólk í stéttarfélögunum sem berst fyrir því
að þá þurfum við náttúrulega að gæta að hinum endanum á súlunni og ég hef nú svo sem komið hér með þessi í þetta stúdíu og rætt þetta, þessa þjöppun sem hefur orðið á launaspönninni á Íslandi. Þegar OECD mælir þessa launaspönn, þar að segja hver launaspönnin frá lægstu launum og upp í svona hæstu launin, þá hún miklu þjappari heldur en í öllum samanburðarlöndunum okkar. Það vil meina að jöfnuður á Íslandi gríðarlega mikill. Í tekjum. Já, í tekjum, þetta er í ráðstöfunartekjur. Hann ekki endilega í öðrum. Nei, þetta eru ráðstöfunartekjur. Ég minn góður að við fyrir að tala eigna og jöfnuðin. Það alltaf en annað kafli. Nú ég bara að tala ráðstöfunartekjur fólks. Og þá erum við komin aftur í því sem við vorum að tala áðan. Í þessari aðferðafræði með að ýta lægstu laununum upp og halda þeim á einhverju nífói sem að fólk getur lifað af eða framflýtt sér á en sleppa því að hleypa því upp í efri lögin, þá gerist nákvæmlega þetta sem við vorum að tala að háskólamenntunin, æðri menntun, hættir að vera metin til launa. Og þetta auðvitað ekki hægt að una við, sérstaklega ekki í samfélagi sem búið í sameiginlegu átaki byggja upp gríðarlega öflugt háskólaumhverfi. Við erum að reyna að keyra okkar háskóla inn í samanburðarkanala við bestu erlendu háskóla í heimi, skilurðu, og ég meina, og akkur umbunum við þá ekki því fólki sem fer í námið sem þessar menntastofnanir bjóða í launum. Ertu bjartsýn á lausn kennaraverkfallsins núna? Ég var að lesa eitthvað smá viðtal við ríkissáttasemjara áðan. Nei, ég verð að segja, ég er ekki bjartsýn. Og það ykkur alveg svakaleg tregða að mínu mati í launagreiðendum og ég veit ekki alveg, ef við erum að tala opinbera launagreiðendur, þá veit ég ekki alveg hversu mikið þrýstingu kemur frá stjórnmálunum í þessu efni en rammi fjárlaga auðvitað, bæði fjárlaga ríkisins og fjárlaga sveitafélagana auðvitað ákveðin og þessi launagreiðendur ætla bara að fylgja þessu merki markaðarins sem að nota bene að setja á almenna markaðnum en ekki opinbera markaðnum og ég veit ekki hvort ég á að fara að orða það, ég meina opinberi starfsmenn verða náttúrulega fyrir alveg ótrúlega ómaklegum árásum frá aðilum á borði samtök atvinnulífsins eða félag atvinnurekenda eða viðskiptaráðskiluru. Það endalaust að tala niður þau störf sem að opinber starfsfólk sinnir og þú veist, það mjög ómaklegt, virkilega ómaklegt og við höfum nú verið að reyna maldi í móin sem að stýrum þessum samtökum sem að þetta háskólafólk á nú heima. En ég vil meina það að launagreiðendurnir og svigrúmi sem hjá ríkinu, til dæmis tölum bara ríkið, það er ekki mikið. Og hvers vegna það ekki mikið? Það að mínum mati vegna þess að ríkið hefur ekki sinnt því að afla ríkissjóði tekna með þeim hætti sem að eðlilegt hefði verið. Ég er ekki að tala skatta endilega. Nei, ég er ekki endilega að tala skatta nefnilega. Hvað ertu að tala Ég er til dæmis að tala auðlindagjöld. Einhverju kalla það skatta. En ég meina, mér finnst til dæmis alveg ótrúlega skrítið að við skulum ekki geta tekið hærri auðlindarentu og ekki bara sjávarútveginum. Ég er að hugsa orkuauðlindina, ég er að hugsa sjávarauðlindina. Bankarnir? Ég meina, ég meina, lofslagið okkar skilur mig. Ég meina, ég vil meina að það séu tekjumöguleikar hjá ríkissjóðu og hjá hennu opinbera sem hafi ekki verið nýttir. Og því þú spurðir mig, ég meina heldur eftir bjartsýn á að verkfall kennara leysist. Ég er ekki bjartsýn á að launastruktúrun í samfélaginu hjá opinberum starfsfólkum sem hafa setið eftir sannanlega leysist fyrr en að hið opinbera átta sig á því að það verður að auka tekjur sínar. Af því það verður ég meina, við erum að upplifa alveg ótrúlega skort af fólki í vissum greinum. Við nefnum bara heilbrigðisgeirann, við skulum nefna bara Landspítalann, okkar stærsta vinnustað. Við státum okkur af góðu heilbrigðiskerfi og við viljum hafa það gott og við viljum hafa það vel rekið og allt það. En það orðið þannig að það orðið verulegur skortur á fólki, það bara fer ekki inn í þessa vinnustæði því álægir orðið svo mikið, fólk fær ekki laun í samræmi við álag og þeir eru svona fáir sem að standa undir störfunum, þá þurfa bara allir að hlaupa hraðar og þetta gengur ekki til lengdar. Þannig það eru stórir gallar í kerfinu okkar eða svona áskoranir sem við verðum að takast á við og mér finnst eina af þeim birtast mjög skýrt í átökunum sem eru við kjaraborðið hjá kennurum. Við komumst ekki lengra en það var mjög fróðlegt og ánægjulegt og lærdómsríkt að spjalla við þig, Kolbrún. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér.
Og ekki fara langt, áhorfendur, góðir og hlustendur, við höldum áfram hér með rauðaborðið eftir andartak. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.